í djúpköfun pælarana. Guðjón Reynberg og ég erum komnir í búningana og ætlum að fara í mjög djúpa köfun í dag, alveg þangað til við heyrum kínversku, þá syndum við aðeins tilbaka kannski. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað er þarna á botninum. En velkomin meistari Guðjón Reynberg. Takk. Var hann að tala við mig? Ég tek ofan hattinn minn fyrir störfum þínum undanfarið. Þú hefur verið að, ég hveti eiginlega til þess að tilkynna hættu þína á YouTube sem oftast, að þú kemur alltaf tilbaka með frábæra vinnu, sko. Takk. En var ég ekki búin að banna þér að hæla mér, svo ég er ekki móntinn? Já, það Markus vinur okkar útvarpssögu sagði að ég væri stjórnleysingi, svo Já, ok. bara reyndu. En hvaða tegundar stjórnleysingja? Það eru víst nokkrar að segja stjórnleysingar. Já, einmitt. Það er verið að confúsa. Já, þetta er sæjátt. Mér kosti að því að þú hefði lært nýtt orð í vikunni. Ó, hvað var það? Tortryggnisröskun. Já, það var flott í þær. Það var kreatíft. En talandi orð, þá frábið ég með bikarinn að vera konungur heimskunnar. Nei, þú átti núna þetta orð, sko. Það er ef ég á þetta orð, þá er einhver, já, ég er heimskur, hver á það? Þú ert að fylla húsið mitt af heimskingum. Þetta er svona bjallangreiði. Já, þetta er svona trójahestur, sko. Þetta var nú svona djók út af umræðinu hvað er eign, sko. Já, ég átta mig á því. Mér fannst þetta bara svo viðeigandi húmor, ég sagði hljóta fleira finnast þetta fyndið. Ég vissum að margir lesa kommentin okkar og skilja ekkert eins og hvað við erum að tala sko. Nei, styrlaði heimur tekur allt svo hátíðlega, sko. Já. En ég hefði gaman að því að ræða og ég viðurkenni það að það er bara líka eitthvað sem ég þarf að ræða. Okay. Það er statement mitt að sálin sé blekking. Já, ég hefur áreindur eftir að kafa hún í vídeóið eftir það. Já. Ég hef ekki gefið mig tíma í það. Nei. Það voru þarna 2 vídeóið rauðsefræðir sem ég bara stikla á stóri gegna þau, svo var ég eitthvað upptekinn þann dag. Já, einmitt. En hins vegar tek ég fram, er ég of hár? Er ég að bjaga eða? Þú kemur mjög látan klér í eyrnatæki mín, sko. Ég veit ekki hvernig. Ég ætla aðeins að lækka í mér þannig ég sé ekki að bjaga í gegn. En allavega þá er mitt statement að ég er born again Christian með blóðsáttmála við Jesú Krist. Og þannig að það sé á hreinu, sko. I know. En hins vegar þá er ég að skoða þetta hugtak sál að því ég held að það sé ein dýpsta blekkingin sem til er. Og ég er kannski ekki alveg búin að negla alla punktana með það, en ég fjallaði það áður og þú hefur tekið upp snilldarlega líka þessi stjarfdáleiti hugur. Það sem að stjarfdáleiðir fólk er óttinn við dauðan, sko. Og sko ein af stærstu cashflow fyrirtækjum heims eru svona alls konar tryggingafélög og bænahús og kirkjur eða hvað ég kalla þessar stofnanir. Það er svona sem hefur að gera með þetta. Fólk er til í að gefa rosalega mikið til þess einhvern veginn að reyna að sneiða hjá þessum veruleika. Og sko ég held og með fullri virðingu, ég sé til dæmis bara hvernig viðbrögð þín hafa verið við þessu kommenti, sko,
og fleiri. Leið mér að klára. Þú farð að svara þessu seinna, þetta ekki illa meint, sko, þetta ekki illa meint. Nei, ég bara, sko, við erum að tala sálina í synchronicity, ég var nefnilega ekki að svara þér. Já, ég veit það líka, ég átta mig líka á því að við erum hugsanlega að tala í ólíkum levelum, sko. Já, áfram með smjörið. Já, en sko, ég hef fylgst með viðbrögðum þínum við þessu sem eru fræðilega mjög spennandi hjá mér, sko. Og ég sé að sálarblekkingin svo djúp að hún er svo grópuð niður að það nánast ekki hægt að grafa hana upp, sko. Af því að þú hefur engin tól, af því að þú þarft einhvern veginn að kasta sjálfum þér til þess að opna þessa mýtu, sko, eða opna þessa blekkingu, sko. Og þess vegna var ég með þetta statement, skilur, að þetta, ég veist maður, flestir botna ekki orðið því sem ég að segja, en ég veit að þú veist hvað ég að segja. Já, ég áttaði mig strax að... Þess vegna ég að tala við þig þetta, sko. En ég held að hreðjartök elítunar liggi þarna. Ég er ekki alveg sammála því. Ég er ekki alveg sammála því, en sko, ég held persónulega að hreðjartök elítunar á skrílnum sé í gegnum sjálfsblekkingu skrílsins. Sem basically eins og þetta skrýtling getur ekki skilið almennilega það sem við erum að tala en við erum samt kannski að gefa kannski fólki svolítið mikið þú ert heimskingi statement með því vegna þess að það ótrúlegasta fólk í ótrúlegustu sviðum samfélagsins sem skilur ótrúlegustu dýptir og eins og bara varandi viðtal mitt við Þórdísi í vikunni það var nú ekki birt fyrir 2 dögum eftir að við tókum það því hún vildi aðeins hugsa sig hvort þið birtu það því þetta var alveg nýtt fyrir henni og hún líka náttúrulega manneskja sem í vinnu hjá opinberri stofnun og hún náttúrulega þarf að athuga þú veist, ég þarna að fara í viðtal við menn á jaðrinum, þú veist, hefur það áhrif á bara, þú veist, en þetta skiptir máli fyrir fólk sem hefur fyrir fjölskyldu að sjá. Við vitum hvernig elítan og þá þarf náttúrulega athuga, var ég að segja kannski eitthvað, að tala eitthvað sem ég vil þá frekar láta klippa út. Þannig að, sko ég sagði við hana að þetta muni verða vinsæl upptaka. Vegna þess að það svo mikið af fólki úti í skrílnum sem að að pæla og að velta fyrir sér og þarna koma samræður á milli 2 einstaklinga sem að fara og ræða eitthvað annað en þú ert heimsbyggi eða annað en það allt samsæri heldur. Við vorum að ræða Einar Benediktsson og Hvítblá. Við vorum að tala eitthvað konkrét sem fólk þekkir. Og þetta vídeó hefur líka fengið með áhorf meðan við mín vídeó, sko. Og það þú veist, fólk, sko, og eins og þarna erum við að tala við mannesku sem heimsbyggimentuð og þú veist, bara svona dæmi mannesku út í samfélaginu sem að pæla í sínum hlutum og að pæla í þeim bara. Og fullt af fólki, sko, í rauninni elitan hefur svolítið búið til þessa blekkingu, þessa blekkingu, sko, að það séu bara þeir sem hafa faglegt orðagjálfur sem að pæla í hlutum. Við erum að brjóta þau, sunna. En það varandi sálina, það nefnilega, þú sko, ég að reyna að hugsa hratt sem ekki minn sterki. Gefðu tíma, við höfum allan tíman. Þú sagði nefnilega, þú komst með frábæra spurningu í fyrstu djúpkoðunni okkar á ensku sem að var hver á sálina. Og þetta spurning sem að partur af minni filosófíu, minni heimspeki. Og ég sagði við þig í djúpkoðunni, ég get ekki svarað þessu, en svo eftir nokkra daga þá sagði ég þarf eiginlega að reyna að svara svo einhvern hátt. Og basically gaf ég basically út að svar að ég gerði upptökum þetta. Þar tók ég fram að þú væri líka með þessa fullyrðingu að sálin væri blekking eða lygi
og ég tók fram að ég ætlaði ekki að svara því, minni mig. En ég vildi svara hins vegar hinu sem partur af mínu diskursi, sko. Þú veist, ég þarna afgreindi í mínum huga frá þetta tvennt. Þetta svona svipað og segja, þú veist, bíllinn til eða hver á bílinn, sko. Og ég ekki ennþá búin að svara og það var loka niðurstaðan mín að ég vil ekki svara þessari spurningu hver á sálina. Já. En ég veit ekki hvort þetta svar meikar eitthvað sens, sko. Ekkert svar? Já, þú talar líka um þennan ótta við dauðan, sko. Þetta stjarf ástand af óttanum, hvað kallaði þú það? Þú freysar það held ég. Stjarfdálitur hugur eða steinrunn hugur? Já, stjarfdálitur, af því að hann sko, þetta svo mikill ótti að þú, sko, ótti þannig að það sko fight or flight, sko. Já. En næsta stig þar fyrir ofan bara, þú bara stirnar, sko, dýrið í ljósunum, sko. Það ástand sem ég að tala einu stigi meira heldur en ótti, sko. Ótti þá annarkvort tekur ákvörðun að berjast við ógnina eða flýja. Þetta einu stigi hærra, sko. Og það snýst allt þessi þjóðfélagsverkfræði og að þú fara að horfa á mídíuna í gegnum þetta og alveg frá blautu barnsbeini, þá þér komið í þetta ótta og sterum ástand, stjarf ótta. Og því síðan viðhaldið allt þitt líf. Al-Qaida, ISIS, Grýla að koma og taka þig og borða þig og allt þetta kjaftaði, sko. Það byggir á þessum sálarblekkingagrunni. Já, en margur heldur líka mig sig. Töfum í huga að þeir sem að viðhalda þessari blekkingu, ef þetta væri málið, og við fyrstu sín virðist þetta vera málið, að þeir sem viðhalda svona blekkingum, margur heldur mig sig, þeir að beita, þetta bara alveg eins og þegar að eftir 1930, þegar global, þegar geopolitics fann fyrirbærið economical sanctions, þá var þetta 15 árum eftir fyrri heimsstyrjöldina, þegar síónísk hugsun búin að ná tökum á svona mainstream geopolitics. Þetta raun bara skóarganga á sterum, sko. Já, má ég bara klára að útskýra hvað ég á við með þessum orðum, svo fólk fái myndina. Sko, síónsk hugmyndafræði gengur út á sko peningaeign, eign á abstrakt gildum. Og sem á rætur í gyðinglegri hugsun hefur ekkert með gyðingleika að gera í raun og veru, ef maður fer virkilega ofan í það. En þetta secular fólk sem veit ekkert, sem fætt í gyðingagettóum, alveg upp í gyðingagettóum eða gyðingafjölskyldum, en veit í rauninni ekki hvað júdaismi er. En þú veist, það bara flækja að fara að útskýra það fyrir fólki, en þetta veraldarhyggja, sko, sá sem elskar peninga, hvað elskar hann mest? Hann elskar einmitt ef honum neitaði viðskipti. Maður sem lifir í heimi sem hefur engan áhuga á peningum eða einhverjum heimsviðskiptum, hann hristir það bara af sér. Og við sjáum til dæmis að economic sanctions hefur aldrei virkað sem vopn á þjóðir eins og Íran, Þýskaland og Ítalíu á þeim tíma. Og það ekki að virka á rússneska börnum. Og það sem ég á við þegar ég segi margur heldur mig sig, að sko, sá sem trúir þarna á þetta og ætlar að beita því sem vopni, hann getur ekki sett sig í spor þeirra sem ekki trúa á þetta afl. Þú veist, reyndar sko það vopn sem að menn beita oft það vopn sem að þar sem þeir eru veikasti fyrir sjálfur, sko. Akkurat. Nú komið, sko, ég sá grein það og það spot on. Það þetta sem að við höfum verið að snerta á, það eru helfarar trúarbrögðin. Já. Helförin religious movement, sko. 30% af fólki trúir ekki helförina.
Já, en þetta sko, og von á þessari lygi byggir síðan heimsveldi, sko. En ef ég kem aftur að sálinni, þá er ég ekki að, sko, þegar ég segja sálin sé blekking, þá er ég ekki að segja að við höfum ekki hugsun eða við séum ekki eitthvað fyrirbæri, sko. Já, ég skil það. Og ég er búinn að vera að huglega þetta mjög lengi, eða frá því ég kasta þessu fram og aðeins áður. En sko, það er eitt sem að mannkyn hefur til dæmis aldrei velt upp, erum við það sem heitir freak of nature. Sko, flest dýr bara fæðast, komin í heiminn, njóta þess sem er. Það er engin önnur dýr sem að safna gull og silfri og einhverju svona drasli sem að gagnast þeim ekki til að framfreyta lífið sínu. Og það er svona, og þeir eru með svona heilabú sem að nægir bara í það, sko. Já. En við erum með eitthvað svona lag ónáð sem er eiginlega bara fullt af eitthvað svona blekkingum. Sem að, og svona, og grunnurinn undir allar þessar blekkingar er þessi stjarfdáleitu hugur, eins og þú kallar það, að sko, ef að þú tekur sálina út úr því dæmi, þá, af því það er verið að selja þá hugsun að ef þú gerir eitthvað eða eitthvað svona hinsegin, þá tapir einhvern veginn sjálfum þér, sko, sem er bara lífi. Nei, ég held að þetta er misskilningur vegna þess að, sko, ég held að þú sett sjálfur þarna fann að kafa það djúpt. Fann að heyra kínversku. Já, sko, þegar þú ert komin í visst ástandi, sko, þetta er svona svipað og þegar ég er að tala um að þú ert að vakna til 21 veruleika. Nákvæmlega. Þegar þú vaknar, sko, í 3. eða 4. skiptið, þá ert þú farin að sjá með litbrigðum, bara svo ég noti það sem dæmi, sem að aðili sem er óvaknaður, bara ennþá í fyrsta heimi, hann skilur ekki þá vídd sem þú sérð. Og ef þú ferð yfir í hugarheim gólemanna, þau veit ekki einu sinni, þau nenni ekki að setja með þér á kaffistofu í 9:30 kaffinu, í 5 mínútna kaffitíma og spá í það hvort þau hafi sál eða ekki. Þau myndi þá bara segja, já, ég veit það nú svo sem ekki, lifir þá sálina dauðan, punktur, þetta er öll líftin. En við erum komnir bara ofan í dýpstu gjána í úthafinu, sko. Já, já. Þannig að fyrir þér, þegar þú segir, sko, þetta með sálina, sko, þú ert komin niður fyrir svona leir fyrir leir í lagskiptingu, að þú ert komin niður í, sko, hvar er blekkingin? Við erum að leita, sko, rót blekkingarna. Já, já. Og þar sjáum við að þeir sem að, sko, þegar ég er að tala um meitlarana, þá ég nenni ekki svona að tala um meitlara sem er á fyrstu 12 stigum. Þeir halda ennþá þetta snúist viðskipta tækifæri og einhver mannræktarsjónum. Já, já. Sko, þegar þú ert virkilega komin í dýpt, þú ert farin að beita tólum blekkingarinnar. Sko, ef þú ert dáleitur, svo vaknar þú dáleiðir sjálfan þig, svo fer það grúska í hvernig það var gert, svo smám saman færið þú vald yfir þessum tólum. Þú getur snúið þeim tilbaka jafnvel. Þú getur jafnvel farið að dáleiða aðra. Þannig að þetta er bara spurning spæ versus spæ, þarna á matblöðunum. Ertu hvíti spæ eða svarti spæ? Já, já, einmitt. Hver er munurinn á hvítri norn og svartri norn? En sko, eina mínum mestu svona trúar upplifunum, það er, ég veit ekki hvort að þið eru með það í vottunum, en í Born Again Christian geiranum, þá erum við með þetta fyllingu heilags anda. Já, það er ekki vottunum, nei. Nei, það er ákveðin prósess og ég get tala tungum, sko. Og til dæmis þegar að mín kyrrð er að tala tungum, sko, og ég ger það bara, það er bara second nature hjá mér, sko. Og
eins og segi, þetta nú sennilega eitt af því gagnlegasta sem ég hef gert í lífinu. Það var að fyllast þessum heila anda sem kallað og að því ég náttúrulega get aldrei gert neitt nema pæli því, sko, sem ég get taka þetta bara svona í blind faith. Ég var það researcha áður en ég var til í að pröfa þetta, sko. Og andi í raun hægt að segja líka skapi, maður eftir góðu skapi eða vondu skapi. Það sést góður andi eða vondur andi eða slæmur andi. Að sko andi skilur, stemmingin sem þú ert í, eða andlegt og til dæmis ég var með fyrirtæki í listhúsinu og þar voru hjón við hliðina með verslun og við höfðum alltaf morgunkaffi, sko. Og hún var þýsk konan og hann var íslenskur svona smiður, klassískur íslenskur kall, sko. Átti svona sína mótna eins og menn kannast við, sko. Ég var líka það sem ég ólst upp var fósturfaðir minn, það var bara stríðs ástand ef að hann var í ákveðnu andlegu ástandi, sko. Og þannig að ég hafði mjög gaman að þessum kalli þarna í listhúsinu. Að við vorum búin að drekka kaffi saman í 1-2 ár. Svo einn morguninn var hann svona frekka fúll og þá byrjaði hann að segja, heyrðu Axel, veistu að ég þoli þig nú bara ekki. Við sagði bara, nú, af hverju þolið þú mig ekki? Já, bara þú kemur hér bara í kaffi á hverjum einasta morgni í einhverju frábærlega góðu skapi, ég bara höndla þetta ekkert meir, sko. Að sko, fyrir mér trúariðkun kerfisbundin aðferð til þess að halda æskilegu hugarástandi andans eða sem sagt í hvernig skapið þú ert frá tíma til tíma sem líka blekking by the way að You read my mind já, að sko það kennt í biblíufræðum að við séum andi, sál og líkami. Og það talaði að láta andan stýra því þá, og það ákveðin viljastyrkur og síðan dröslist sálin og líkamann á eftir. Ég held að þetta sálarkonsept sé blekkingin. Við erum andi og líkami. How do you want me to take this apart for you? Bara hvernig sem þér, any way you like, sko. Sko, þetta fer eftir því hvert okkar markmið, sko. Það ekkert markmið, þetta surfing. Já, ok. Þetta líka spurning sko, hvaða hugarmódel notum við til þess að fara ekki inn í lífið? Já, ég nota mitt hugarmódel og þú nota þitt hugarmódel. Það diskussionin. Og þar með þetta spurning, sko, það taka þetta frá svo mörgum fletum. Þú örugglega tekið eftir að þegar ég segi þetta ekki mjög ofta, að stutt sín ég fór að segja þetta, stutt sín ég fór að átta með þessu orðalagi, fyrir ekki að hundarnir aðeins að bögga mig. Já, það í góða lagi. Þeir eru pirraðir þegar ég eftir að fá súrmjólkina sína, þeir fá daglega súrmjólk og lýsi. Og þá hann gefið persónulega, sko. Já, einmitt. Sá sem, sko, ef þú trúir einhverju, og þá ég ekki að tala sko, trúarbræðalega trú. Bara ef þú trúir því til dæmis að segjum bara eitthvað einfalt, kærleikurinn mestur. Bara einfalt. Þetta ekkert endilega metafísískt, þetta bara hugtak yfir tilfinningu sem við öll upplifum og tilfinningin getur við vitsmunaleg, tilfinningaleg og andleg. Og líkamlega, sjálfsögðu. Þannig að kærleikurinn svona víðfemt hugtak en hann alveg áþreifanlegt fyrirbæri. Ef þú ert búin að ákveða það að sannleikurinn kærleikurinn sé bestur, kærleikurinn sé mestur, þá ert þú búin að ákveða það sé sannleikur. Kærleikurinn hér með orðin sannleikur. En þú ert, og þú fer síðan að byggja heimsmynd út frá því og ekki bara heimsmynd hvernig þú horfir á heiminn, heldur líka hvernig þú reynir heiminn. Það að segja að þú ferð að lesa út úr sko, svona empíriskri reynslu af heiminum í gegnum þennan filter. Og þegar þú ert komin visti langt, þú ert farin að tengja svo fleiri hugtök við þetta, bara höfum þetta áfram einfalt,
það þessi físíska kærleikur væntanlega líkamleg snerting sem getur verið vingjarleg snerting þegar þú klappar vini á öxlina eða kynferðisleg snerting þegar þú ert með maka þínum í persónulegri iðkun. Og það getur verið andlegt þar sem að þú finnur svona upphafna andlegan kærleika til alheimsins sem algjörlega abstrakt upplifun. Eða það getur verið vitsmunalegt þar sem að þú ert búin að velta fyrir þér, segjum bara sálarlífi katta og þú átt kannski kött og þú ert búin að mynstra upp hvað vitsmunalega eða tilfinningalega líkt með þér á kettinu þínum og í gegnum svona vitsmunalega pælingu þá finnur þú svona djúpan kærleika til kattarins. Og svo þetta tilfinningalega þar sem að þú finnur svona sterka innri tengingu með annarri manneskju að þú kannski ert að hugsa hana nokkrum mínútum áður nú hringir í þig eða eitthvað eða þið grípið fram í fyrir hvort öðra því þið eru að hugsa svipaða hluti. Þetta getur verið milli vina þíns eða manns eða konur sem þú vinnur með og svona aðeins öðruvísi. Þannig erum við við erum búin að gleyma þegar við erum komnir, nú er ég bara með þetta einfalt, en ég er búin að gleyma því að undirrótin var svo að ég valdi orðið kærleikur og ákveðna skilgreiningu á orðinu kærleikur sem sannleika og gerði hann þar með dogmatískan. Ég hóf hann yfir aðra sannleika, ég gerði hann að átrúnaði, en ég tók ekki eftir að vera átrúnaður. En leið og ég gerði þetta, ómeðvitað, þá meðtók ég kennslu eða dáleiðslu þess aðila eða þess fyrirbæris sem á hugtakið. Og þetta er svolítið djúpt fyrir fólk, það áttar sig ekki á því að aðili getur verið ákveðið consciousness. Þegar ég les mér bók kærleikann og ég les kannski Erik Fromm sálarlíf og ég kannski flettu upp grískum skilgreiningum á kærleika, þeir voru með 6 skilgreiningar á kærleika. Agape og Philo og Eros eru þekktustu hugtökin, ég man ekki hinn 3. Þá ég farin að taka við það sem við sjáum ekki að í menningunni ákveðið strím. Við getum kallað það mainstream, þekkt hugtak. Þar sem kemur svona ákveðið narrativ eða diskurs eftir atvikum, við segjum bara narrativ. Segjum diskurs, ákveðin framsetning. Á því við erum með þetta hugtök og við erum með þessa nálgun og við erum með þessa aðferð og við erum með þennan grunn og svo framvegis. Og áður þú veist ertu búin að kaupa skilgreiningun á kærleika eins og þinn menningarheimur presentir hana. Þegar þú til dæmis eins og skiptir trú, eins og við höfum báðir upplifað á vissan hátt. Ég veit ekki hvort þú skiptir trú, en þegar ég gerist vottur á sínum tíma, eða í mínum huga þegar ég gerist kristinn, þegar ég er 19 ára og þegar ég verið fyrir trúanlegri reynslu og ég verið kristinn og það tók mig 25 ára að fatta hvaða blekking það er. Og ég var ekkert fylgjandi spámannsins Jesú frá Nasaret, ég var orðin tilbiðjandi Míþrasar. Og ég sá það ekkert þá fór ég inn í annað diskurs, það sem var önnur uppfræðsla á hvað kærleikur er. Ekki endilega svo ólík fræðsla, en það var samt annað hugtak, þó var ég svona næstum því eins, þá var hann komin svona fleiri vittir inn í það, því þá farið að byggja kærleikspælinguna meira á hver er kærleikur Guðs og hvernig kemur hann inn í Biblíuna. Og það sem ég á við að þegar ég fer að kaupa, meðan ég kaupi kærleikan eins og sekularheimurinn kennir mér hann, þá sekularheimurinn eigandi þess hvernig þetta hugtak mótar mína hugsun. Þegar ég síðan fer inn í kristna heiminn, þá verður kristni heimurinn, kristna diskursið, eigandi þess hvernig þetta hugtak mótar mína heimsýn. Og það er hér sem að ég sé rót blekkingarinnar, og það er þarna sem ég tengi líka við þessa pælingu þína að sálin er blekking, að það er, ef ég ætla að frelsa sál mína og huga og sjálf eða bara eitthvað, segjum bara ég sé bara eitthvað, ég bara ákveða hér með, ég er bara eitthvað.
og bara í stroka út öll hugtök. Algjörlega. Bara, sál bara eitthvað. Sannleikur, bara eitthvað. Ást, bara eitthvað. Og hún bara strokaði þau út. Og þar með enginn sem getur sagt mér hvað sannleikur. Þar með ég orðinn frjáls, algjörlega. Ef ég get staðið við þetta. Já, fróðlegt. En hérna, ég ætla kannski aðeins að lesa hérna bara definition of spirit sem andi sem sagt. Og það the non-physical part of a person which is the seat of emotion and character. Síðan sita þeir semikomu the soul. Þetta lygi. Já, en sem sagt spirit nei, fyrri setningin nokkuð rétt. The non-physical part of person which is the seat of emotion and character. Nei, þetta lygi. Já, ég skal ok, látum það liggja með til hluta. Það er punktur hérna á leiðinni. Ég var bara að æfa mig í Axel, sko. Já, flott. Hérna, þetta sem sagt skýrgreining á spirit. Spirit af skýrgreiningin á soul, the spiritual or immaterial part of human being or animal regarded as immortal. Svo ætla ég að lesa hérna skýrgreiningun á body, the physical structure including the bones, flesh and organs of a person or an animal. Og svo hérna consciousness. Já, þetta reyndar ekki góð skýrgreining á því, en sko einfaldast að skýra consciousness með unconsciousness. Ef þú ert unconscious, þá ert ekki einu sinni með í dæminu, sko. En málið það að það engin sönnun til fyrir sál. Null, nada, snats. Það ekkert til sem sannar sál. Hins vegar eru til sannanir fyrir anda eða spirit og þar með til dæmis vondskap, ég held að það sé engin, eða gottskap, ég held að það sé engin sem að mun geta rökstutt að það sé ekki til dæmis. Þannig að sko bara ef við förum og að því að sko mamma, sko, ég ekki heldur alveg tilbúin að fara í perfectionism eins og segja til þess að finna perfectionistan í sjörabekk, þá leggur verkefni fyrir og lætur það að fá eitt A4-blað og blýant, og penna og byrjuðu að tekna tekna ring, sko, og nokkur að taka pappirinn og henda þau hætta því þau eru perfectionistar, sko, að henda öllu út af borðinu. Það eins og að taka ákvörðun að verða meðvindalaus, sko. Alls ekki. En þegar þú hendur út Já, nei, kottum með hana punkt. Þetta svo stór mál sem við erum með, sko. Þegar ég flegi, sko, þetta svona svipað og ég búin að vera að tala lengi. Eftir ég datt niður á hann punkt. En þessi punktur opnaði fyrir mér bara allt í einu hætti heimurinn að vera svartkvítur og ég fór að sjá liti. Þú veist, í metafor, að þegar ég fattaði það að gildismatið sem ég gaf hugtakinu, að þetta gildismat var orðið mér fangelsi og þegar ég áttaði mig á því að þetta gildismat var kannski ekkert upprunalega mitt, þá var mér gefið einhvers staðar frá og ég var þá búin að átta mig á því að ef þú veist ekki hvaðan það kemur utan úr sortanum, þá veistu heldur ekki hver sendi það af stað. Þess vegna var ég að nota þessa samlíkingu áðan með diskorsið. Ertu inn í sekular heiminum? Ertu inn í kristna heiminum? Ertu inn í íslamska heiminum? Ertu inn í júdíska heiminum? Ertu inn í pólitíska heiminum? Ertu inn í humanista heiminum? Eða ertu inn í nirvana heiminum? Hérna ég bara að taka þessu 7 engla, ég held ég hef nú sleppt, mystíska heiminum, svo mystíski heimurinn. Þetta eru hinir 7 föllnu englar, hinnar 7 kirkna, eins og í minni túlkun, sko. Ég bara nota, þegar ég nota svona hugtök
þú veist, þegar ég nota hugtakið guð, ég nota hugtakið engill, eða ég segi þarna eru álfar, eða hér eru tröll, ég hef hitt jólasveinana og svo framvegis, ég sem hugsandi vera átta mig á því að ég er að nota arketýpur. Arketýpa er bara hugarmódel sem táknar eitthvað. Já, ég átti mig á því sko og hérna sko það er manstu þegar að ég talaði að mannréttindi væri blekking? Ég held að ég talaði það fyrst. Nei, ég kom reynda fram með það skiptir ekki máli, en ég er að grínast. En sko þú veist að ég með verður ennþá fótaskortur á tungunni með að segja réttindi þetta og réttindi hitt sko. Þannig að þú getur ímyndað hvað þetta er imprentað í sækið hjá manni sko. Já, mér finnst þetta ekkert mál og það er mjög einfalt vegna þess að ég átta mig á því og ég er nú grínaðist með þetta með hver fattaði fyrst að mannréttindi væri blekking því að í mínum hugarheimum fattuðum við það báður á sama tíma. Ég hef ekki hugmynd hvor var andartaki fyrstur með. En það myndir öllu sama sko. Það sem skiptir mig máli í allri minni skilningsleit, ég er meira áhuga á skilningsleit en þekkingarleit. Að í fyrravetur fattaði ég og skildi að mannréttindi eru blekking, eru lygi. Og mér er drullu sama hver orðaði það fyrstur. Það er líka hárrétt hjá þér að við erum ofta að tala um hluti og við erum mjög nálægt skálinni og ég er kannski bara með, eins og ég er búin að vera búa til fullt af nýjum orðum og fleira slíkt. Ég get alveg keypt það, Guðjón. Þetta er eitthvað sem við erum að tala um saman og leggjum báðir til, en ég er örlítið þjálfaður í að búa til orðum hlutina, þannig að hugsanlega bjó ég bara til orðið, skilur. En ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég er að meina. Jú, en mér finnst ég get alveg keypt það að við höfum báðir lagt til, ég kaupi það alveg þegar þú segir að þetta er konsept sem þú varst búin að fatta löngu áður en að ég sagði þetta orð, sko. Nei, ég á bara við að mér er drullu sama, þú veist, ég upplifi þetta miklu meira þannig, við erum báðir að kafa eftir hlutum og við erum að bera saman bækur okkar og mér finnst ekki lengur skipta máli hver sagði eitthvað fyrstur. Við verðum að... Mér finnst það ekki skipta máli. Það er rétt hjá þig, það er ekki aðalatrið í þessu prógrami hjá okkur, eða þessum ferli hjá okkur. En hins vegar er það bara svona ákveðið prinsip hjá mér að bera virðingu fyrir hver leggur hvað til, sko. Algjörlega, ég ger það líka, en ég er samt ekkert að fara að hengja smiðinn fyrir að leggja pípulagnir, sko. Nei, en ég held að hlusta á það sem ég er að segja. Það er oft, sko, þú ert sterkar á sömum sviðum en ég. Þannig ég er oft kannski búin að vera gera eitthvað og ég næ ekki alveg að negla það, sko, en þú kemur með negluna þegar þú ert sterkari, kannski þú ert örvendur og ég er réttendur eða öfugt. Förum ekki að rífast hvað með það, skilur. Já, þetta er bara svona svipað eins og ef að hljómsveit fyrir að rífast hver slætt taktinn, sko, og ef trompetleikarinn ætlar að vera að stjórna trommuleikarinn, sko. Já. Nei, ég er að gangast við því að ég get verið á svona brainstorm fundi og ég er þjálfaður í því að negla nöfn á það og skýrgreina það. Ég er ekki viss að þú hafir þá þjálfun, sko. Og ég vil líka passa með að gangi ekki upp eins og fíll í kristalsbúð, sko, að þetta er hugsanlega að því að það að geta búið til orðið er ákveðið vald, sko. Já. En þetta er samt spurningum hver á hárið að kettinum, sko. Já. Þetta er, þú veist, það sem skiptir mig máli er hvort að ég sé að finna eitthvað út sem að ég get notað fyrir sjálfan mig. Já. Þú sér til þess hvað ég segi fólk, ég var að hlusta á nýjasta vídeó mitt þar sem ég segi, og ég sagði, vá, þetta var vel orðið komist. Ég var næstu búin að skrifa það hjá mér eitthvað sem ég hefði sjálfur sagt. Ég sagði, ef þú skilur ekki það sem ég er að útskýra, þá hefur þú ekkert hér að gera, en ef þú skilur hvað ég er að útskýra, þá þarf ég ekki að rökstyðja það fyrir þér. Já. Þetta sagði ég þú veist. Ég ætla bara að ítreka að vídeóðin undanfarið eru bara á eitt level up, sko. Takk fyrir það.
En ég ætla að fá að lesa, ég ætla aðeins að fá að... Býtu. Mér finnst það skipta máli nefnilega að þetta sé sko alveg skýrt hvernig ég að hugsa þegar ég að vinna með þekkingu eða skilning, eða hvort sem það í samræði við annan eða einn, að ég sko, ég hafna fylgjendum. Ég átta mig á því, maður eða kona sem skrifar mjög mikið hugmyndir, það kemur alltaf einn og einn með í gegnum árin sem segir, hei, ég fíla það sem þú ert að gera, sko. Ég hef fengið hérna contributions, sko, í gegnum PayPal-ið mitt. Það til fólk sem að fylgjast með mér. En ég segi, ef þú ætlar að gerast fylgjandi minn, þá sparka ég svo fast í raskati á þér og þú myndi aldrei setja aftur. Því ég er að fara í gegnum lífið mitt fyrir sjálfan mig. Ég hef ekki áhuga á fylgjendum, ég hef ekki áhuga á nemendum, ég ekki kennari, ég verð aldrei kennari. Ég þarf stundum að minna mig á að ég sé að setja bara fram fullyrðingar eða skilaboð, en ég ekki að kenna neinum, því ég ekki að kenna neinum að hugsa það. Og ég orðið þetta svona vegna þess að þegar ég kem til dæmis fram með hugtakið quantum democracy í fyrra, þá fór ég og googlaði og það kemur í ljós að það var einn maður, prófessor í stjórnmálafræði í Ástralíu, búinn að gera eitthvað 10-15 mínútna vídeó hugtakið quantum democracy. Og hann gerði það öðruvísi en ég gerði það. Og ég hugsaði bara, vá, þetta voru sama árinu sem við gerðum þetta. Hann hefur ekki hugmynd mig, ég veit af honum. Ég kíkt á YouTube-spjöll frá honum, þetta mjög skemmtilegur hugsaður og prófessor í pælingum. En ég hugsaði bara, vá, heyrðu, við erum bara 2 í heiminum fyrstir að reyna að skilgreina hugtakið quantum democracy. Og þetta fyrir 1,5 ári síðan. En ég fór síðan fyrir svona, það ekki mánuðir síðan, ég fór á Google og sló aftur inn quantum democracy og ég sá að það voru konið 10-20 manns byrjaði að skrifa hugtakið quantum democracy og mjög líklega veit ekkert okkar á hvert öðru. Og ég sagði bara, heyrðu, hérna ætla ég að loka Google, ég sé að ég var ekki að finna þetta upp, þetta bara hugtak á leiðin inn í heiminn og hvað það gerir veit ég ekki. Og ég bara þátttakandi þarna í einhverju merkilegu. Og ég og þú til dæmis, við erum eftir því sem ég best veit, fyrstir manna bara í allavega okkar nútíma menningu að fatta að mannréttindir blekking. Já. Við erum bara þáttakandi þarna í alveg meiri háttar uppgötvun. Já. Og þetta gerir skref fyrir skref. Þegar ég segi sko þetta þá verð ég fyrir meiri háttar uppljómun og ég er ennþá að vinna úr þessu. Já. En borgararéttindir er blekking. Og það þarna sem ég segi sko, við erum ekkert að pæli hver orðaði eitthvað fyrstur að bjóð til hugtak, sjáum hvert að leiður okkur. Ég var á því sko. Ég held þetta sko menn að tala líka náttúruleg réttindi og menn að tala alls konar. Það sko það menn þurfa að taka aflfræðina inn í þetta sko. Þetta svo viðfæmt. Já, en ef við höldum okkur aðeins við hérna, ég hefði gaman að því sko við vídeóið mitt á Scandinavian Report, ég ætla að gera annað á ensku. The Soul Concept is the biggest hoax in history var titillinn á myndbandinu. Ég var svolítið hissa við viðbröðunum. Reyndar svolítið gaman að gera ensk myndbönda því að maður fær allt öðruvísi respons. Og það nú kannski bara þetta enginn spámaður í eigin heimalandi en hérna, ég fæ eiginlega enginn respons á íslensk myndbönd sko. En hérna, ég sé að þeir tengja þetta strax við málfarið sko, hver á höfundarétt eða hver eigandi að málinu og þeir tengja þetta við einhvers konar materialisma. Já. Að hérna, and then in materialism the body likes to deny the soul. Og ég var að játa, ég var ofboðslega hissa á hugsununum í viðbröðunum. Þetta góð pæling, já. Og hérna var einn sem að sagði sko, I get what you're saying to a certain extent, but your title is misleading. Þetta reyndar auglýsingatætill sko.
Perhaps you mean the specific concept that gives the Pope ownership of all the souls on earth is a hoax. Já, þannig erum við komin á það sem einmitt kom fram í djúpköðun. Og ég fór og fletti því upp eftir að ég man ekki hvað það heitir, en þetta tengdist infallibility of the Pope, þetta hafði verið gert á sama tíma. En upprunalega dokumentið ekki til. Unum Santos, eða hvað heitir það? Nei, Unum Sanum eða Sanctum Unum eða hvað heitir það? Sanctum Unum, 1302 skjalið. Já. Já, en sko, fyrsta hugsunum mín var náttúrulega þetta verður svona ensklenska, íslenska. Sko, við erum sko núna búin að vera að tala þetta í hvað, 3 korter eitthvað svoleiðis. Já. Og við erum búin að skilja eftir, við erum búin að róta fullt af drullu, en það fullt af gimsteinum fyrir aftan okkur. Sko, við erum búin að róta framhjá, sko, tökum aftur skilgreiningar, mér langar að backtracka nefnilega þess. En mér langar samt að svara einu sem þú varst að segja, sem mér finnst alveg frábært. Það ég tók eftir þessu, sko, og nú náttúrulega eru narratífið okkar á YouTube mjög ólíkt. Mjög ólíkt og ég hef alltaf svolítið gaman að því hvað við erum auðvelt með að ná saman miðað við hvað við erum með ólíka framsetning á netinu og gjör ólíka áheyrendur. En þó eru ég hugsa meiri partur af mínum áheyrendum séu líka þínir áheyrendur. Þannig að, og ég náttúrulega líka búin að vera að fá örgulega mikið áheyrendum út af því að ég að koma í djúpkáðanir hjá þér. Því þú ert svona þannig, sko, þú ert með svona wake á eftir skipinu, sko. Já, ísbrjótnum. Og þannig ég er náttúrulega búin að vera að fá heilmikla athygli út á þig. Sem bara gott og því meiri athygli sem ég get að því að sko, ég var líka að segja sko, ég var komin svona svolítið bara orðin hálf súrefnislaus þarna einn upp í einhverjum turni sko. Að ég er mjög þakklátur að þú hafi mætt upp á dekk sko með smá súrefnisbyrðir sko. Já, takk fyrir það. Þannig að sko þitt starf styrkir mjög mikið það sem að ég hef verið að gera sko. Og ég hvet alla þess að fara sem mest og hlusta á þig. Og ég geri það líka viljandi að beina sjónum á það sem þú ert að gera. Já. Og ég var byrjaður á því sko í svona örfáum dögum í rauninni áður en við töluðum saman fyrst. Því við höfum aldrei talað, sko fyrsta djúpkoðunum okkar, við höfum aldrei talað saman og kannski einu sinni skrifast á. Bara í einsatkvæðisorðum að það var bara einhverjum 2 vikum áður sem ég var búin að taka meðvitaða ákvörðun að beina mínum áheyrendum eða mínum lesendum meira í að horfa á það sem þú var að gera og það var svolítið sérstakt að svona 2 vikur seinna hóar í mig og býði mér í köfun sko. Já. Það var svona skemmtilegt synkró. En það nú bara, þú mátt nú hrósa þig fyrir að hafa komist upp á dekk hjá ruglukollinum Axel, sko. Það var ekki auðvelt leið að fara upp þann stiga, sko. Já, við erum fætir að báðir. Við erum báðir, það tvennt sem við eigum sameiginlegt, sterkar ömmur, sko. Ég held að það sé tengingin, sko. En það sem ég finnst, það sem ég var að tala um þarna eins og með bara audience að þú kannt svolítið þú ert ekkert að ljúga þegar þú segir ég kann að koma hlutunum frá mér hvort sem það með myndmáli eða á annan hátt, þannig að fólk taki eftir því. Þetta hlutur sem að sko, í minni orðræði ég spá ekki einu sinni í það. Ég horfði til þess á vídeo sem ég var að gera í gær, þar sem ég var ákvað að gera vídeo og ég sá svona þegar ég fór að sofa, það var 8 manns búin að horfa á það, já, cool, það meir en 1. En basically var ég bara að hugsa mér langar að tjá mig þetta. Já. Og já, þannig að... En ég keyrði lengi á mjög lágu áhorfi, sko. Já, þetta svona relatíft hvernig maður horfir á það, þess að ég ætla ástæðan fyrir ég að tala, maður gleymir stundum okkur maður fyrir að tala eitthvað. Já. Ástæðan fyrir ég fór að tala þetta var svo að þú myndist á viðbrögð. Ég tók eftir því nefnilega, sko, einhvern tímann í fyrravetur. Það var sérst einhvern tímann í fyrra og líklega í tengslu við djúpkáðanir að ég fer að fá meira áhorf. Það getur líka vel verið að það hafi líka tengst í að fór að tala öðruvísi. Ég fór að vera meira bara svona, þú veist, einhvern veginn ómeðvitaður eitthvað eða þú veist það kemur ákveðin slípun, hvernig kemur þú fram og hvað það gera og annað.
Þú veist, það sem aðalbreytingin hjá mér var að ég hætti að selja agendu. Ég var svo mikið í fyrstu vídeónum mínum að reyna að selja ferlið, sjá hvað það vilja, eða þjóðveldið. Ég var svo mikið að reyna að koma því til skila og fólk vill ekki slíkt. Fólk vill fá uppgöta hlutina sjálf. Og þú veist, það þarna sem verður skipting hjá mér. Ég fór bara, þú veist, að ranta. Ég fór bara að hugsa upp átt og segja, heyrðu, kannski ef ég ekkert að segja en ég ætla að segja það samt. Þú veist, take it or leave it. Og þarna fer ég að taka eftir smá breytingu þegar ég fer svo að gera með enska efnið mitt, að ég fór að taka eftir einu muni. Íslendingarnir voru ekki að gera like á YouTube, en útlendingarnir gerðu like á YouTube, eða líkaði. Ég sá meira responsive. Já, þetta sem varst að tala áðan, sko. Já, það er og náttúrulega enski markaðurinn er svo gigantist stærri, sko. Já, reyndar. En við erum, sko, ég var einmitt að hugsa, ég var allins bara að pæla í þessa djúpköfu núna, hvort hún ætti að vera íslenska eða ensk, sko. Að ég fyrsta leið treysti ég mér ekki enska djúpköfu núna. Ég er náttúrulega í nætuvinnu og undir álagi, sko. Ég sjálfur illa sofið, sko. Já, þú gerir nú bestu verkin þegar þú hefur ekki sofið í 2 sólarhringa. Ég er búin að snúa sólarhringin nefnilega við núna. Ég er að reyna að snúa tilbaka, sko. Já. En sko, til dæmis eins og, já, enska landslægið er allt öðruvísi. Til dæmis í síðasta vídeói þegar við vorum að tala svona mikið helförn og trúarbrögð og fleira slíkt, þá sá ég áhorfið, sko. Það hrundi niður í, við vorum með 5, 6, 7, 8 áhorfundu, það hrundi bara samstundis niður í 2 og 2 eða 3 áskrifundu fóru, sko. Glæsilegt, til hamingju. Já. Það hafa komið náttúrulega 4-5 tilbaka síðan, sko, ég hef ekki ágjörð af því. En hann er öðruvísi sá markaður, sko, fólk er opnara, en það er meira svona, veist, ef þú talar trúmál þá er það bara farið, sko, og kemur aldrei tilbaka aftur, sko. Já, svo margt sem fólk getur ekki að höndla, en mist, það sem að, sko, en mér finnst þetta áhugavert, af því við erum að tala þetta með Íslendinga. Og þetta var svolítið, sko, þetta sem við erum að tala þarna, responsive frá Íslendingum annars vegar og responsive frá útlendingum hins vegar, að þegar ég fór að taka eftir þessu, þá fór ég líka að taka eftir þessu eins og með á YouTube, að Íslendingarnir töluðu öðruvísi, talaðu öðruvísi, hugsaðu öðruvísi, og það er á sama tíma, þú sér að það byrjar einhvern tímann upp úr áramótum held ég man ekki hvernig það byrjaði, orðræðan mín umskiptingin, sem er búið að vera mjög mikið áhugamál hjá mér umskiptingurinn. Að þegar ég eftir því sem ég er búin að vera tjá mig það mál, þá er ég líka búin að vera uppgötvað þetta mál hér. Og ég er ennþá tjá mig þetta og ég er komin með viðbótar, umskiptingurinn er gólem og skottan er gúlið. Það er ég er komin með það er nýtt hjá mér. Og það er þarna sem ég fer að spá í hvað er málið? Hvað er málið með Íslendinginn? Sko, þegar ég er 14 ára út í sveit og lesa Gerplu eftir Halldór Laxness, aðalega því amma mín sagði mér ég réð ekki við það. Amma mín þekkti mig býsna vel, sko. Eða eins og þegar hún bannaði, hún hreinlega bannaði mér 13 ára gömlum að lesa Falið og allt. Right. Amma var snillingur, sko. En hún reyndi til dæmis að fá mig til að lesa Grey's Anatomy, í íslenska útgáfa því. Já, það eftir. Hver stjórnar þínum sannleika, sko. Fyrir ekki að ég get ekki ætla það, já. Sko, hvar var ég komin? Fyrir ekki að það. Ég er algjörlega stólið á rausnum á mig hvað ég ætlaði að vera. Já, einmitt. Það gerist. Jú, hérna kemur það. Á þessum árum, 13, 14 og 15 ára, þegar ég er að byrja að velja mér sannleika, ég er að byrja að velja mér kíkinn til að horfa á heiminn, eins og við gerum á einhverjum punkti, þá rek ég mig á það til alls konar efni á Íslandi. Eins og segjum bara, tökum Guðberg Bergsson, frábær rithöfundur. Ég skil ekki orðaði sem hann skrifaði. En hann er snillingur.
En hérna, ég skil alveg hvað hann skrifar, en hann næri ekki til mín sér rithöfundur. En ég hef reynt að lesa hann og ég alveg elska eina setningu frá honum, ég alveg bara, mér finnst það frábær setning, hjartað býr eitt í hellu sínum, mér finnst þessi setning vera bara bók út af fyrir sig. Þannig ég sé alveg snilldina í hugarheimi þessar rithöfundar, þessar hugsuðar. Og ég hef heyrt fólk tala bækurnar hans og ég heyri á því sem fólk sem að tengir við hann og talar bækurnar hans, ég sé alveg hvað það að píra augunum á. Þegar ég sé menn skrifa eins og hérna, Joachim Eggertsson Skugga sem einn af mínum uppáhalds. Ég sé að fyrir 30-40 árum þá var íslensk menning rík að litbrigðum. En ég sé hana í dag sem bara flatneskjulegt svarthvítt teikningu. Og ég spyr sjálf á mig hvað gerðist, hvar strönduðum við á þess að sjá það. Að við getum ekki einu sinni verið responsive á, sko eina responsið sem þú færðir á samfélagsmiðlum svona DFF-athugasemdir. En þegar þú ert komin hins vegar út í diskurs eða dialog með útlendingum, ég er að fara inn á grúppur, ég hef farið inn á grúppur trúmál og Jung-sálfræði og fleiri hluti sem ég hef átt áhuga á að grúski. Þar hef ég farið inn á grúppur ef þær hafa 1000 eða fleiri áhangendur, þá veit ég að það einhver umræðar í gangi. Ég fer að neina, ég tek hans þátt, ég fær svör, ég fær vinabeinir, það líf, sko. En ef þú ferð inn í þessa íslensku, þá það bara svona nei, þú ert bara fíll, já nei, þetta bara heimskulegt, já. Það eins og gólemi sé að hristast inn í grjótinu. Og mikið af því þegar þú ert að segja bara þið eru heimsk. Eða þegar ég segi þú ert umskiptingur, farðu, þá erum við að segja, heyrðu, komdu út úr þessum helli. Komdu út úr sólarljósi. Skýtt með það hvort þú hefur sál eða ekki, en leikum okkur allavega af boltanum, sko. En það sem að hefur gerst, það mjög merkilegt vídeó sem hún gerðir fjallkonuna og ég póstaði undir þeim orðum. Veitu sem ég var að gera í gær? Já. Já, ok, takk fyrir það. Ég póstaði, þetta nú sennilega toppurinn á íslenskri menningarpælingu hér og nú. Og ég hef ekki, þú ert að gera mjög frábæra hluti á þessu sviði. En málið með íslenska menningu að íslensk menning víkingamenningin. Við erum fyrst, það okkar menning. Við erum víkingar, það okkar saga og það okkar, það okkar arfleið. Og víkingar til dæmis veittu konum fullan eignarrétt. Ég nota það í því samhengi að ekki samhenginu í blekkinguna heldur í alvörinni, að karlmaður gat brennt sér land og þar með var það hans, kona gat dregið kvígu og þar með var það hennar land. Þannig að arfleið íslenskra víkinga fullkomið jafnrétti, jafnrétti líka blekkingskiluru, að Íslendingar eru sko þetta konurréttind og kallréttind og jafnréttind og þetta bara þetta bara svona eins og segja réttindi til að draga andan. Fyrir okkur þetta bara einhvern veginn blóðborið, þetta kona, ef hún vill fá land þá var aðeins auðveldara fyrir hana því hún ekki eins sterk og kallmaður líkanlega. Ég með nýtt hugtak fyrir þetta. Já. Það sem ég kalla á ensku spinn við inn í spinn, þetta eru yður inn í stormi. Hvað þá? Íða í vatni. Já, en hvað það? Þessi nútíma menning eða? Já, þessi orðræða nútíma menningarinnar, hún svo áttavild. Já, nei, þetta skipulög hernaðar aðgerð gegn Íslandi og klassisk divide and conquer aðgerð. Já, við erum sammála þarna. Já, sko árasa aðilinn að Íslandi snákurinn og snákurinn hann hissar svona sko
og hann kemur að einhverju paradís og hann velti fyrir sér hvoru veikar aðilinn sko. Og sko eðli konunar þannig að þær eru aðeins veikar á vissum sviðum en sterkar á öðrum sko. Og lykillinn að hamingju fólks að viðurkenna það. Sko ef að ég tel mig vera fugl til dæmis og ég get flogið. Consent to authority. Já, ef ég tel mig geta flogið og alltaf hoppandi fram að þökum, þá mun ég stór skaða mig. Af því að ég lifi ekki í tengslum við hver ég og sama og það það sem verið að gera við fólk, það verið að rífa það frá hvað það til dæmis, þú þarft ekki að fara í kringluna og telja bara hvað eru margar kettlingabúðir eða konubúðir, því kettlingar eru líka á við kallmenn, farðu í kringluna og teldu hvað eru margar konubúðir eða margir fermetrar helgaðir konum og hvað margir fermetrar helgaðir köllum og það eru bara 30 tískuveruverslanir fyrir konur og svo eru 2 þarna fyrir kallmenn og 1 tæknibúð, þannig að þeir geta verið að skoða eitthvað tæknidrasla meðan að konurnar reiða peningunum sko. Að þetta bara raunveruleiki. Hvað eru margar make-up búðir fyrir kallmenn í kringlunni til dæmis? Dead or alive, spin me around. Hver er fyrsti metrasækfinn? Þannig að það er verið að eitra íslensku víkinga arfleiðin okkar. Algjörlega, já. Þannig erum við spot on og við erum báðir búin að vera að tala þetta á ólíkan hátt nokkuð lengi. Ég byrjaði á því reyndar bara fyrir kannski tæpa ára síðan, einhvern tímann í fyrravetur. En já, og ég tengi þetta svolítið við þegar við vorum að pæla í árinu 69, sko, þeim tímabili. Ég ekkert að segja að sé þar, en þú þekkir alveg hugmyndina mína social engineering Iceland og ég er ennþá alveg að hugsa það þetta með laborattið, sko, við séum líka tilunatið og ég alveg búin að grúska í og ég hef gert einhvern veginn vídeóna þar sem ég var að tengja það við denazification of Germany pælinguna. En ég sé þetta alveg skýrt í dag að það búið að vera að kippa íslensku þjóðarsálinni úr tengslu við sína eigin rót og þess vegna leyfði ég myndinni hnífnum með blóðrefilinn að birtast. Það er uppskurðurinn á umskiptingum. Sko. Mér langar að þegar ég segi hver á sannleikann þinn, hver er höfundurinn af þinni eða þeirri skilgreiningu sem þú trúir, hvort sem það er kærleikurinn eða vinátta eða ríki eða eitthvað annað, það er alveg sama hvað það er. Sko, fólk veit ekki, ef fólk gleymir að hugmynd bara hugmynd. Hugmynd nákvæmlega bara hugmynd. Og hugtak er skilgreind hugmynd. Hún mæld og meitlu hugmynd. Og notuð sem byggingablokk, sem notaður sem legokúlur. Þannig séð. En fólk gleymir því sko þegar það farið að byggja sko hús úr kupunum, þá gleymir það því að rótin að einhverju hugtaki kannski í lausu lofti. Hver segir það að kærleikur yfir höfuð sé til? Hver segir það að kærleikur sé ekki natural reactionary force? Reaction, þú veist, konaðinn segir ég elska þig og þér hlýnar inn í þér og þú finnur hjá þér hvötina til að svara ég elska þig líka. Og þú veist, þú ert komin með reaction viðbrögð. Þú sér tík, ég sé tík gjóta hvolpunum inn í heiminn og ég sé hana sko gera hvað sem fyrir þessi afkvæmi sem koma út úr líkamænar. Hún finnur óendanlega ást til þeirra. Ég hef séð tík fara í næstu í taugaáfall við það fyrsti hvolpurinn hennar flutta heima. Og þú veist, ég sé þarna einhverja hvöt en ég kalla það móðurást. En hver kendi mér að kalla það móðurást? Þarna einmitt það sem ég hef talað með social engineering og social engineering hernaðartækni. Á bakvið þjóðfélagsverkfræði þá markmið
og markmið að skipta og stjórna þess að divide and conquer og það hluta til ástæða fyrir því að það verið að rugla allt þetta kyn, fjölskyldumunstrin og allt þetta. Það til þess að búa til fórnarlamb. Þú veist að einn snákurinn býtur fórnarlambið sitt með eitri sem lamar af því að snákar yfirleitt ekki með svona kæliskapa til þess að geyma bráðina sína. Sko. Þannig að þeir velja bara að geyma hana lifandi þangað til að þeim hentar að éta hana. Það bara eins og flær gera, þú finnur ekki fyrir byttuna þeirra, þær staðdeyfa húðina þeirra. Já, einmitt. Og blóðsugur gera það flestar, þær deyfa og þær eru með chemicals til að blóðið renni vandræðalaust. Já. Þessi snákur sem við erum að díla við, hann með alla þessa tækni á hreinu. Og þess vegna hef ég sagt stundum við fólk, sérstaklega kallmenn sem eru samkynhneigðir, þeir verða óbúslega móðgaðir þegar ég segi þetta. Ég að segja þeim að þið eruð hugsanlega ekki raunverulega samkynhneigðir sem að gerist í náttúrunni og allt í lagi með það skilurðu, heldur eruð undir eiturvopna árás. Bisphenol A og fleiri slíka efni valda auknu hvað heitir estrogeni sem að þýðir að þú brenglast í allir þessum dæmi, þannig að þeir eru bara lyfjaðir í ákveðna þjóðfélagsverkfræðilegum tilgangi. Má ég grípa aðeins inni? Já. Má ég aðeins grípa inni, áður en ég gleymi því? Vegna þess að sko, nú sagðirðu setningu sem var einhvern veginn þannig. Þú byrjaðir hérna með þetta samkynhneigða. Þeir eru hugsanlega, hvernig orðar þetta nákvæmlega? Þeir eru hugsanlega þeir væru, þú veist, ég mundi setninguna alveg þangað til ég byrjaði að rifja þetta. Þú sagðir svona, ég hef stundum sagt við samkynhneigða einstaklinga þeir væru hugsanlega, og svo bættur við einu orði. Að þeir væru hugsanlega samkynhneigðir út af eiturefnaárás en ekki út af náttúrulegu vali, sko. En þú sagðir þetta aðeins, það var eitt orð þarna sem vantar. Það var svona svipað og þú hefði sagt þeir væru kannski hugsanlega undir árás. Mér finnst þetta alveg frábær setning, en svo lagður ofan á hana og fullt af orðum og ef þú segir þetta var samkynhneigða mannin sem ekki með sko, þessar kognitífu þjálfun sem við erum konið með og við erum ekki konið með hann eftir akademískum leiðum, við erum ekki bundin af akademísku aðferðinni sem neyður okkur til þess að fara eftir ákveðnum brautum. Við erum algjörlega bara, við spinnum þetta bara. Og gefum dauðan á djöfulinn í það hvort við erum rétt fyrir okkur eða rangt fyrir okkur. Við erum bara svona move on. Ég reyndi að vona alltaf þess að hafa rangt fyrir mig með allt. Sko. Já, ég meina við erum gaurar sem að klifum. Já, alltaf fram. Já, við erum komnir upp á fjall, við bundum á okkur skíði og við ætlum að reyna að koma óbrotnir niður. En við ætlum ekkert að pæla í því hvort að við fórum í réttum sveiflum, í réttar beygjur eftir réttum brautum niður andskotans fjallið. I'm trying to have fun. Þarna hefði samkynhneigður sagt, hvað það segja, ég sé ekki samkynhneigður, ég sé ekki það sem að ég trúi að ég sé. En hann tók ekki eftir að þú sagðir kannski hugsanlega. Já, þetta einmitt viðbröð sem ég hef voða mikið fengið. Og það sem að fólk nefnilega fattar ekki, ég ger þetta oft í sumstar hjá mér, ég set svona lykla inn, þar sem að ég gerir ráð fyrir því að það setja að brjóta setninguna sem framsett kannski 5 orðum niður og taka hvert orð fyrir sig og mér skilst þetta sem meitlar að takna, ég held að það sé helvits lígi. Nei, það þetta hérna, Hornet, þetta hotnóti snákurinn. Já, ok. Hérna, svona. En þarna gleymir fólk sér og þarna kemur, sko, að því ég ennþá að hugsa sko fyrsta hálftíman okkar, náðan, að ég ennþá með the back of my mind, það voru svo mörg atriði sem komu upp. Það voru marga mánuði að jafna eftir þessa sálarpælingu. You have to spank me first. En sko það sem ég á við að við sko erum að drepa á svo mörgum hlutum, það voru svo mörg felorð þarna inni sem voru tekin sem gefin. Já, einmitt. Þú veist, bara eins og skilgreiningin þegar þú lastu upp skilgreininguna á sál eða spirit, það voru svo mörg atriðar sem að ég get tætt í sundur. En það var fyrir klukkutíma síðan. Og við erum búin að byggja sko heilt hugmyndahús þar ofan á. Og við höfum ekki hugmynd að þetta hús sem svífur í lausu lofti.
En ég ætla að koma með einn punkt sem að tengist einmitt þessari þjóðfélagsverkfræði. Þú veist þú getur séð það á svona píramíta, svona Herbalife eða alls konar svona þessum stæðstu sem í þessum píramíta sölu starfsemi. Þú getur séð vídeo af pepparástæðum þeirra, það sem verður að peppa upp þessa sölumenn til þess að selja eitthvað drasl, sko, eða töppur. Vakningar samkomur. Já. Og ég var að átta mig fyrir nokkru að Sameinuðu þjóðirnar og NATO drastlið allt saman svipað, sko. Já. Það eru svona vakningasamkomur og fólk velur sér ákveðið agenda, sko. Og allir þeir sem í þessum píramítasvindli sem heita stjórnmál fara og velja sér eitthvað svona bita, sko. Og það sem ég var að uppgötva nú, eða svona það sem software var að skila út núna að sko þegar þú ferð á svona segjum bara toppver þá ertu ekki bara sölumaður að selja einhverja plastdollur, þú ert með fullt af supporti og það fullt af svona social þekkingu sem að kemur með, það fullt af fólki sem þekkir töppuver og það fullt af fólki sem að kannast við þetta. En það sem ég var að átta mig á að þegar að valdstjórnin íslenska fer á svona samkomur þá þeir að velja sér vöru fyrir Ísland til þess að uppfylla ákveðin markmið á þeirri þrælanýlendu sem heitir Ísland. Og þegar þeir eins og núna með uppbygging á lögregluríkinu og þeir þurfa að herða svo lögregluríki á Íslandi, þá fara fulltrúar þeirra á þessar pep-up söluráðstefnur og þeir velja bara úr svona vörulista hvaða agenda þeir ætla að koma með til þess að ná ákveðnum markmiðum og það fylgir með nefnilega í pakkanum social engineering gegnum allar bíómyndir, tölvuleiki, allt sem að fólkið les og sér og horfir á, þar kemur bara þvílíkt social engineering með sem innifalið í námskeiðinu hjá þeim, sko. Ja, en það ekki endilega kennt beinlínis námskeiðinu, þetta líka partur af diskursi menningarinnar að þú ert ómeðvitað búin að indoktrinerast í hvernig á að beita þessum tólum, ómeðvitað. Meðal annars í gegnum bíómyndir, í gegnum hvernig fréttamenn tala, hvernig viðtölur gerð, hvernig svona kastljósþættir byggður upp, hvernig ráðstefnur byggður upp. Þú sást örugglega, ég deildi þarna svona að ég setti inn á strítrókun okkar klippur Delfí ráðstefnuna, að þú ert búin að minnast á hana öðru hvoru og ég veit bara hún til í rauninni af því þú talaði það og ég var að grúski þessu, ég var búin að ætla að vera lengi og ég var eftir að grúska meira í þessu. Og þess vegna gerði ég svona open post á strítrók, það þýðir ég á eftir að bæta þarna fleiru inn í þann post, sko, eftir því sem að ég grúska meira, að ég ennþá að pæla í þessu með, sko, ég á eftir að tækla hluti í tengslum við, sko, þennan þjóðfund sem að þú til dæmis tókst þátt í. Ja, hann var Delfí, alveg absolutt. Já, og ég á eftir þess að, þetta ekki þjóðfundur, þetta bara kallað einhverju nafni, einhverju orðskrípi. Þetta var alveg eftir bókinni Delfí fundur. Já, og þess vegna var ég aðeins að grúskipið einhverju punktar sem ég get notað þegar ég fjallum þetta einhvern tímann. Því ég er með ákveðna pælingu, sko, þegar ég gerði vídeo þarna daginn, taktu fyrsta boði og farðu á hausinn. Ég á eftir að gera allavega 2 vídeo í framhald af þessu. Og ég hef ekki haft tíma til að sinna því. Það er búið að vera svo mikið áreiti á mig og eins og viðtalið okkar Þórdísar, þetta tók, sko, þetta var 3,5 tíma viðtalið, tæplega 4 tímar en ég er búin að fara í gegnum það 2 svar eftir það og við tókum svolítið tími að spjalla hluti bæði fyrir og eftir. Þannig að þú veist, það má segja að þessi vika var eiginlega öll farið í það. Já. Þú veist, bara sem dæmi, sko, að maður getur verið svolítið upptekinn í hlutum. Og ég er búin að vera að safna inn mólum og bútum í framhald af fyrsta boð farðu á hausinn sem að mér langar að fylgja eftir fyrir þá sem að áhuga því. Já. Og fyrir sjálf mig líka bara til þess að geta sagt þér að þetta er ég búin að tala um þetta. En ég vil gera það, ég vil ekki ranta það, ég vil taka það skilmerkilega fyrir. Það sem er í hausnum á mér, ég ætla ekki að opinbera hvað er ég með í hausnum núna. En hérna, sko, það sem ég í rauninni svara er með ég sé
og ekkert endilega út af Delfíinu, ég var búin að sjá þetta áður en þegar þú bentir mér á Delfí hugtakið sem ef ég man rétt það ekki Rand Corporation fyrirbæri frekar en Fabian. Jú, Rand Corporation vann upp Delfí hugtakið. Já, að það sko, ég var búin alveg að fatta að það eru beitt tólum í social engineering en ég vissi ekki hvaða tólum af því ég var ekki leit eftir því. Og mér finnst svolítið áhugavert að fletta alveg ofan af sjáðu hvar þessu tóli beitt, sjáðu hvar þessu tóli beitt. Og þú ert mjög sterkur á því sviði og ég hlakka til ef þú tekur slíkt meira fyrir að sjá það. Því fólk á svo auðvelt með að tengja við svo margt sem þú ert að fjalla En þegar maður fer hon í þessa verkfræði, það svo margt í henni sem byggist einmitt á því þegar fólk tekur ekki eftir orðum. Eins og þetta, þú hefur kannski hugsanlega verið konditioneraður í að verða samkynhneigður. Þetta sko, ég tók eftir í til dæmis bara með gamla prófíli minn í fyrravetur þegar ég postaði einhvers tímann á veggi minn þegar ég var með sittkort Facebookið, íslenskt og enskt, og postaði á íslenska Facebookinu mínu sko stuðningi við Snorra og fullyrðingar hans samkynhneigð og það var einn æskuvinur minn sem samkynhneigður og kom úr félum minn tvítugt, hann svona skammaði mig svolítið. Við erum náttúrulega búin að þekkjast lengi og oft rætt samkynhneigð, ég og þessi góði drengur. Og við ræddum þetta þangað til hann fattaði hvað ég var að segja. Ég var ekki að segja að ég var í sammála og Snorra varðandi samkynhneigð. Ég var að segja Snorri á rétt á sínum skoðunum. Og leið og við ætlum að bæla einhvern fyrir pólitískt ranga skoðun, þá erum við engu betri en rannsóknarrétturinn undir kaþólsku kirkjunni. Og það þarna sem fólk nefnilega tekur ekki eftir þessum draugaorðum inn í diskorsinu. Það bara bregst við einhverju stóra orðinu sem var mest áberandi í setningunni. Og það sem gerir oft svo erfitt að greina hvar blekkingin og ég ennþá að fara aftur og bak núna í hvernig við byrjuðum köfunina núna, sko hvar rót blekkingarinnar? Því að þú myndist nefnilega hlut sem ég langar að tjá mig. Sko rót óttans sjóttin við dauðan. Mér finnst þetta nefnilega góð pæling vegna þess að sko ég tek kristna trú sem sagt rétt fyrir tvítugt, bara á síðustu vikunum fyrir tvítugt. Og ég síðan í bara 3 ár slétt, bara vottur. Ég tók ákvörðun, ég lærði, fór inn í þetta og ég fór á bólakaf. Ég tók þetta með trompi og þó ég hafi bara verið í 3 ár, ég var frá því ég vaknaði og fann til ég var að fór að sofa, annarkot að lesa biblíuna eða biblíuna eða tala við fólk biblíuna, stundum við trúaða, stundum við vantrúaða og mér tókst að snúa fólki, ég varð predikari og ég var fær, ég gat náð að snúa fólki til þess að verða vottar og það fenómenal upplifun að taka þátt í trúar viðsnúningi hjá annarri manneskju. Það alveg einstök upplifun og ég get sagt þér það að í öllu sem ég að skrifa og ég tók nefnilega loforða sjálfur mér þegar ég fór út úr vottunum, ég mun aldrei gera þetta aftur. Þetta einhver skemmtilegast upplifun sem að ég teki þátt í að taka þátt í trúar viðsnúningi annarri manneskju. En daginn sem ég labbaði út úr vottunum þá gaf ég sjálfur mér hátíðlegt loforð. Ég mun aldrei hætta að tala það sem ég trúi eða fá heimsýn sem ég sé, en ég mun aldrei aftur taka þátt í því að önnur manneskja skipti trú. Það að segja, og þá ég með orðunum taka þátt í, þá ég með því sem gerandi. Hverju þú trúir, það þinn heilaleiki. Og hvort þú trúir því sem ég trúi eða ekki, það skiptir mér nákvæmlega engu máli. Þú sérð þetta í gegnum skrifin mín og orðaðina mína að ég alveg trúr þessu viðhorfi. Að ég trúi fyrir sjálfan þig. Hverju þú trúir fyrir sjálfan þig er þig. Og ég ekki gerandi í að ykkur önnur manneskja skiptum trú. Og þú sér að ég svona svolítið að neita mér þarna að gera eitthvað sem mér í rauninni finnst svolítið skemmtilegt. En það ástæða fyrir því. Ég álít að þegar þú þvingar eða mótar, þvingar hugsun annarra manneskju til að hugsa eftir ákveðinni braut, þá ertu að fremja nauðgun á hugsun þessara manneskju. Rétt og klárt. Og
það er sem sagt, en þetta er ekki það sama á að tjá sig trú sína. Það er allt annað. Og ef að þú, til dæmis ef að ég er að tjá mig eitthvað sem ég trúi og það gerist eitthvað hjá þér þannig að þú ákveður sjálfur á þínum eigin forsendum að já, ég trúi þessu líka. Það er bara þitt mál. En ég er þá ekki orðinn gerandi, ég er orðinn þáttakandi. Þú veist þetta er munur. En það sem að gerist hjá mér, þú sér að ég er að fara þarna innan 25 ára aftur í tímann og ég er að ná í skýra hugsun sem mótast fyrir 25 ára síðan og er nógu djúp og nógu sterk til að hún er ennþá að hafa áhrif. Hún er ennþá að enduróma. Þegar ég labba út úr vottunum, ég var nefnilega útskýrt af daginn, það var maður sem ég hitti sem hefur pælt mikið í heimspeki og trú í gegnum árin, maður sem er 20 árum eldri en ég og mjög djúpt þengjandi og athugull maður. Og hann fór að spyrja mig út í vottana vegna þess að hann vann einu sinni með manni sem var vottur og þeir voru nánir vinir tíma. Og þannig að hann var svona að spyrja mig út í ýmsa hluti og eins og með blóðið og fleira. Og ég segi... Byrja að slitna aðeins. Guðjón. Já, nú er hengátið að stríða okkur innan ferðina enn. Það slitnaði alveg síðasta setning þar. Já. Hann var að spyrja einhverja spurninga sem að urðu til þess að ég sagði honum hvað var að gerast með sjálfur mér þegar ég ákvað að hætta að gerast vottur. Ég tók það ákvörðun 6 mánuðum áður en ég hætti að ég vildi láta reka mig. Ég vildi ekki, mín trú var það sterk. Og trú mín er ennþá sterk, það er bara ekki sama trúin lengur. Ég búinn að skipta trú. En fólk sér ekki munin á því að flókið mál útskýra. En það er að segja, fólk áttar sig ekki á því að ég álít ég er orðinn eingyðistrúar. Alveg bara klérli eingyðistrúar. Og Jesú er ekki lengur sonur Guðs fyrir mér, heldur spámaður Guðs. Það er munurinn. En þarna ákveð ég, 6 mánuðum áður en ég hætti. Og þetta tengist nefnilega spurningunum óttina við döðin. Þetta er alveg feikið djúpt nefnilega. Þannig ákveð ég hálfa ári áður en ég hætti að ég ætla að hætta. Ég hugsaði hvernig ætla ég að hætta. Ef ég segi mig úr söfnuðunum, er ég þá eitthvað metafísískan hátt að lýsa frati í trúna, að lýsa frati í Guð. Og það kom ekki til greina. Það var ekki séns. Svo ég hugsaði, ef söfnuðurinn hafna mér, þá er það söfnuður manna að hafna mér en ekki Guð, svo ég fer þá leið. Og þá sagði ég, hverjar eru brottrekstrarsakirnar? Þær eru nokkrar. Það er til dæmis að vera mikið að eyða tíma með brottreknum. Það er til dæmis að sofa hjá utan hjónabönds og svo framvegis og fleiri hlutir. Og ég hugsaði, og eitt þeirra er reykingar. Og ég hugsaði, ég ætla að fara að reykja. Og ég keypti mér sígarettupakka og ég reykti fyrstu sígarettuna og leið næstu yfir mig. Af því mér fannst, af því þarna er ég vottur, þarna trúi ég því sama á hinu vottarnir. Þarna trúi ég því að allar brottrekstra sakirnar séu synd gagnvart Guði. Þarna trúi ég því. Þarna trúi ég þeim sannleika. Þannig ég fór að hugsa, hvað af þessum brottrekstra sökum er líklega ekki synd gagnvart Guði. Þú fannst þokkalega lúphólu þarna. Og það er reykingarnar, það er ekkert biblíulegt við þessa útskýringu. Það er útskýringu óttan á því að þú megir ekki reykja er algjörlega þeoretísk. Svo ég ætla bara að fara að reykja. Svo fór ég að reykja. Og leið og ég var hún háður reykingunum. Það tók mig 3-4 daga eða viku. Þá var ég búinn að vera að reykja 1 til 4 sígarettur á dag. Og svo kom dagurinn þar sem ég gat ekki hætt því. Og þá bauð ég vini mínum í heimsókn sem var vottur og reykti fyrir framan hann. Daginn eftir var hann búinn að kæra mig, mjög kærleiksríkt, og viku seinna var ég tekinn fyrir á fundi og það tók öldungasagnaðarins 2 eða 3 vikur að ákveða að reka mig úr söfnuðinum. Já, svona Stasi-aðferðir. Já, en sjáðu hugarheiminn, þannig maður, ég trúði því, þegar ég tek þessa ákvörðun, þá trúi ég því að ég sé að undirrita dauðadóm minnar eigin sálar. Það er þetta nefnilega sem fer fram hjá fólki í vindinum.
Á þessum tíma, þessi 23 ára maður var sannfærður að þegar hann hafnaði trúnni, að þá væri 99% öruggt að hann væri að hafna eilífðarlífinu. Hann væri að hafna óendanleika sinnar eigin sálar. 99% þegar ég var að reyna með því að láta reka mig fyrir að segja mig úr. Ég var að reyna að búa til 1% líkur. Ég var að reyna að búa til 1% líkur í minni eigin trú. Sérðu hvað þetta stórt trúarlegt skref? Svo spurningin hvers vegna ákvað ég að fórna eilífðarlífinu til að fara út. Þetta nefnilega fyrir fram hjá fólki. Já. Svaraði þessari spurningu. Hvers vegna trúði ég því að það væri þess virði að fórna eilífðarlífinu til þess að fara út úr þessum söfniði? Já, þú hefur nú ekki alveg trúað því að það væri í höndum mannlegra manna á jörðinni að kveða úr það. En það er góð, þegar þú varst að tala áðan ég er nefnilega sammálaður. Það er eitt að tala bílinn sinn og segja, já, þessi bíll hefur reynst með mjög vel, mótorinn og lýsa því hvernig mér líkar bíllinn sem ég á núna, eða að ég er bílasölumaður, og er að selja þér jafnvel bíl sem ég á ekkert, ég er bara í vinnu við að selja bíla. Það er mjög ólík agenda fyrir því af hverju ég er að tala bíla. Og flestir, þetta sem maður er vanur, og það er meira að segja í samsæringaheiminum að menn er að reyna að selja þér eitthvað, menn er að reyna að selja þér eitthvað agenda, Það sem við höfum kannski fundið er bara, við erum bara, ég fann hérna, í djúpköfum fann ég hérna stöf, sjáðu, við fundum hérna svona disk og við fundum hérna gamla tölvu og við fundum hérna hjólbarða og við erum bara að tala hvað við fundum, Ekki það með sagt að við endaði við sem að selja það. Ég var Þannig er oft ekki merkilegt sem kemur upp, en svo koma perlunar náttúrulega. Við erum svona stikkisberjar finnir á lækjabakkunum. Er það koma svona gárur þegar þú sullar með fótunum? Já. En hérna, ég þarf víst því miður að hætta fljótlega. En má ég bæta við þessu sögur sem ég er að segja? Ég er í boði olíuiðnaðarins núna, ég er að vinna hérna olíuhreinsstöð. Já, ég skil það er ágætt. Það sem er nefnilega fólk, þarna uppgötaði ég nefnilega svolítið. Í 8 mánuði trúði ég því að ég var í glataður. Í 8 mánuði. Ég varð síðan fyrir trúarlegri reynslu allan tíman. En eftir 8 mánuði varð ég fyrir einni stórri trúarlegri reynslu, sem var mjög stór, sem opnaði augu mín fyrir því að ég hafði tekið, fyrir allan í mínum sannleika, rétta ákvörðun. Ég ætla ekkert að fara út í það, en eitt sem að ég allt í einu skildi á þessu tíma, ástæðan fyrir því að ég vildi láta reka mig, var svo. Og ég komst að þeirri niðurstöðu að þessi trú væri 99,9% eftir Biblíunni. Og ég áttaði mig á því að miða við það sem Biblían kennir, að þá getur aldrei farið 100% eftir henni og að blekkingar Satans þurfa bara 0,1% til þess að allt dóminóið falli. Og þar með var ég búinn að sjá að öll trúarbrögð, hvort sem það er 98 sem væru 99,9% eftir Biblíunni eða einhver önnur trúarbrögð, alveg sama hver þau væru, bara trúarbrögð bók upp á hillu, trúarbrögðin, ekki trú, heldur trúarbrögðin, regluverk trúarbragðanna, þetta væri allt saman satanískt, þetta væri allt saman Babylon. Það væri ekki einasta þeirra sem gæti gert claim á sannleika. Þetta var það sem ég er að hugsa þegar ég ákveð að láta reka mig. Og þarna fer ég að hugsa það sem Jesú átti við þegar hann fer að tala breiðstrætið annars vegar, sem liggi þú veist hvert, og þrönga krekklóta einstigið hins vegar, svo getur bara fetað einn. Það er þarna sem ég átta mig á, ég verð sem trúaður engiðismadur, ég verð að fara einn út á einstigið, aleinn. Ég verð að fara út á eyðimörkina. Ég verð að leggja í þetta alveg einn, ég verð að gera, og eins og Jesú nefnilega sagði líka, ég verð að leggja líf mitt að veði. Ég verð að vera tilbúin að fórna voninni eilíft líf til þess að finna eitthvað sannleika.
Og þú nefnilega sagðir í upphafi að rótin að blekkingunum væri óttinn við dauðann. Og það þarna sem ég 23 ára gamall, sem ég tek þessa meðvituðu ákvörðun að ég tilbúin að leggja mitt eilífa líf að veði til þess að finna áreiðanlegan sannleika. Nú sérðu hvað ég svona harður í því að ég hik ekki við að vefengja alla sannleika. Vegna þess að ég búin að færa fórn. Ég búin að færa mína brennifórn. Ég hef fórnað mínu eilífa lífi og ég hef rekið mig á það þegar ég ræði við trúað fólk að ég hef aldrei hitt trúaðan mann sem hefur fært þessa fórn, eða ekki svo ég viti. Já, eins og Jesús sagði, hvað var ekki til að öðlast lífið þarft að glata eða hvernig orðað hann? Akkurat. Þú ert að vera tilbúin að fórna lífinu til að öðlast það. En ég reyndar þetta mjög alþjóðlegu vinnustæður sem ég vinn á, þetta er olíuhreinsustöð og það er núna unnið allan sólarhringina því að það kostar eitthvað grilljónir hver klukkutími sem hún ekki starfsemi, sko. Já. En það er þarna, fólk frá Englandi, Pólandi, Hollandi og náttúrulega fullt af Svíum og þetta er svona ábúrslega alþjóðlegur vinnustæður, sko. Og ég var að tala við Pólverja fyrr í vikunni og það leið ekki löngu þannig að við komum að þessar umræðu og hann var með öll samsæran á hreinu, sko. Okay. Og ég var að vinna áður með öðrum Pólverja, hann var með öll samsæran á hreinu og líka í sínu eigin landi, hann sagði, sko, þegar að flugvélin fór niður með fossetunum, hann sagði að það var morð, sko. Ja. Og svo talaði ég við Svía og þeir eru reyndar mjög heilaþvegnir, sko, Svíar. Já, þú ert oft að koma inn á þetta, minnst það stórmerkilegt. Og hann var að tala um, sko, The Big Bang Theory, sko. Og það er, já, trúur þá ekki á Big Bang Theory? Ég sagði, já, þú veist að stendur, þú spurði mig, trúur á þessa kenningu, þetta er theorí. Bara í því sem þú sagðir, segir allt sem segja þar, sko. Og þá var hann svolítið pirraður, sko. Og þá sagði ég, en betur trúir þú því sem þetta allt hafa orðið til úr engu? Já. Vissi það hverju? Það er bara, vísindamenninni segja það. Og ég sagði og svo var hann að dissa Jesú og alla trú og múslimana, sko. Ég sagði, þú ert bara í trúabröðum sjálfur, sko. Og svo var ég að segja við hann, sko, ég tók eitthvað svona hlut bara og sagði, ég meina, ef að þetta er dínamitt og ég segi þetta springur, þá kaupi ég það, sko, því ég veit að dínamitt getur sprungið, sko. En ef ég segi þér að hérna er ekkert, inn í hendina á mér er ekkert, passaði, þetta getur sprungið, passaði þig, veist, nú ætla ég að henda sprengja á þig, trúir því? Nei, ég trúi því, nei. Ég þarf ekki að segja henni, þú ert að svara þér sjálfur, sko. Og það enda, sko, Svíar enda alltaf svona umræði með að fara í einhverju fílu, sko. Já, ég komin með hugarmódel, sko, dáleita gólemirinn í kústaskáp, þeir sem vakna til samsærana, þeir koma fram í forstofun, þeir þora ekki að opna hurðin inn í húsið. Já, þetta var flott líking hjá þér. Guðjón, þú ert að gera góða hluti núna, alveg, allt áfram. Takk. Hvatning þín síðustu mánuði með að gera efni mitt hefur skipt miklu máli. Og kannski best að þú hættir sem oftast, að þú kemur alltaf 10 heldur tilbaka. Ég spyr það. Ég meina þetta alltaf þegar ég segja það, já, nú er ég hættur. Ég veit það. Ég er búin að fara í gegnum þetta nokkru sinnum. Þess maður er ekki að kennst að eina punkt, maður er bara alveg búin að fá nóg, bara ekki meira. En ástæðan fyrir ég fór að segja þetta með þegar ég fórnaði eigin lífi var að þegar ég fór í gegnum þetta ferli og tók mig langan tíma, ég veit ekki hvað langan tíma, að þú sér að eftir þetta heila ár, 8 mánuðir, 12 mánuðir, hver að telja, eftir þetta, þegar ég kem út úr þessu ferli, verð fyrir þessari trúalegu reynslu og átta mig á, heyrðu, þú veist, það getur engin maður sagt mér eða þér eða neinu manni hvað hann á að trú á, hvernig hann á að gera það, hvers vegna og svo framvegis. Og maður verður að finna þetta sjálfur. En þarna er ég ofta að pæla náttúrulega í heilt ár er líf eftir dauðan eða ekki? Eru við sköpuð eða þróuð?
framhaldslífið bara endurtekning eins og í karma nirvana, þú veist, endurfæðing sálarinnar, eða þetta bara eitt æviskeið þar sem við förum í gegnum allan pakkan og svo bara eitthvað annað eða ekki annað, eða helvíti til eða himnaríki, og þú veist, það voru allar gömlu spurningarnar sem ég hafði fyrst svarað þegar ég var bara mystiker, íslenskur mystiker í íslensku barnatrúni, og hafði svo aftur svarað þegar ég hafði fundið austræn trúarbrögð áður en ég var vottur, og hafði svo aftur svarað þegar ég var vottur. Allt í einu sá ég, ég búinn að fara í gegnum 3 eða 4 heimsmyndir. Á vissan hátt var ég þarna 23 ára gamall, búinn að vakna 3-4 sinnum til nýrrar heimsmyndar. Og þegar ég hugsa þessa grundvallar spurningu, líf eftir dauðan, eða eitthvað sem heitir sál, ég til dæmis bara eins og, þú veist, ég horfið þegar líka minn hættir að funksjónera. Og Gunnar Dahl til dæmis, þú sér að það eru 10 ár, þá ég ennþá að hugsa þetta, þegar ég les bókina Að elska að lifa eftir Gunnar Dahl. Og hann kom alveg frábært svar við þessum spurningum sem ég að nota í dag, í breyttri merkingu. Hann má segja að hann kom mér á sporið aftur. Ég var búin að vera þarna í nokkur ár, bara pæla í alls konar þetta. Ég var bara týndur út á eyðimörkinni og einstiginu, og rosa gaman. Og svo kemur Gunnar Dahl, bara þessi merkilegi maður. Hann kom með hann eina af sínum pælingum þetta. Og ég alveg, heyrðu. Og þetta kom mér á sporið, Og þegar ég komin þarna, þá ég komin fram hjá þessari blekkingu að valdið snúist óttan við dauðan. Það bara fyrsta hlið heljar. Það eru 7 hlið heljar. En það eitt það er setning sem meira að því að ég var í krossinum ennþá, setning sem að ég, hugsun sem ég bjóð til fyrir nokkuð löngu, sem að trúuru á líf fyrir dauðan. Já, góð pæling. Og það eru nú ekki margir sem að fatta, það eru með þess að margir sem bara fatta ekki eins og þessa pælingu hjá mér. En málið það, þegar þú talar eilíft líf, og þetta moment sem við erum að upplifa núna eilíft, Já. Og þess vegna bjó ég til þessa spurningu, trúur á líf fyrir dauðan, að þau moment sem við eigum núna með okkar nánustu, og eftir að ég kom með þessa hugsun, þá breytti ég lífið mínu drastist, Og mitt markmið í lífinu núna að búa til sem mest af upplifunum, spiritual hlutum, upplifunum og líðunum, sem að ég geti séð fyrir mér að ég myndi vilja sita inn í eilíðina, Þess vegna líka þeir sem eru heimskingjar valdstjórnarinnar og þetta fólk sem að meiða annað fólk, að því að morðinginn sem kemst upp með morðið og það voru engin vitni, það skekkja í þessari setningu, veistu hver hún Skekkjan að þú ert sjálfur vitni þín eigin morðið, Já. Það eitt vitni, og með því að framkvæma þennan glæp og jafnvel komast upp með hann, af því það voru engin vitni, eins og sagt að þá ertu búin að eyðileggja sjálfan þig. Þú er búin að búa til moment sem að inn í þínum eilíðar pakka, Þú er búin að búa til eilíft kristalstár í eilíðinni. Þú með því að framkvæma þennan atburð, þá ertu búin að eyðileggja, þú ert að segja, ég trúi ekki á líf fyrir dauðan, ég trúi ekki á mitt eigið líf fyrir dauðan. Þangað til að ég dey, þá ætla ég að fylla mitt líf af hörmungum bara. Já, ég sé hvað þetta fara, já. Og Mér finnst þetta mjög djúpt, mér finnst þetta mjög gott. Já, þannig að, og þetta reyndar, það líka oft svona gamlar pælingar alveg frá þegar maður var úrlingur sem að koma stundum aftur,
og sko það nefnilega blekking í spurningunum trúur á líf eftir dauðan. Já, ég á eftir að geyma þessa spurningu og ég að reyna að rifja upp hvort ég hef einhvern tímann spurt eitthvað svipað, sko. En ég man eftir að þú minnst á svipað ef ekki þetta áður. Já. Í okkar spjalli. Mér finnst það gott, ég á eftir að geyma þetta upp á hillu hjá mér, sko. En það er oft þar inn í þessu kemur nefnilega þessi sálar blekking, sko. Af því að til dæmis til þess að rekrúta svona viðbjóða til þess að eins og hermenn og lögreglur til þess að framkvæma viðbjóðslega hluti, þá þarftu að aftengja þau við trúna á lífið fyrir dauðan og telja trú einhvers konar annar líf. Já. Og þess vegna er ég að draga fram eins og þetta með ertu kannski að þú gætir hugsanlega, þú gætir kannski það er hugsanlegt að kannski varstu konditioneraður til að verða. Ég man ekki hvað ég sagði, það er bara research. Það var svona. Kannski að það hefur hugleitt að það er kannski hugsanlegt. Það var svona sem orðaði þetta. Að það er kannski hugsanlegt. Þú ert með alveg 2 feilsega. En fattar ekki mystikinni, það er því að 2 mínus að gera 1 plus, sko. Erum við komin yfir í mystíska veruleika? Ég gaf aðeins upp dulmáli sem við erum að tala. En veistu áður en að því að þegar þú hóaðir í mig áðan þá var ég nefnilega leiðin út með hundana. Og þeir eiga þetta á tíma sem þeir eiga heila á stund, það er svona lengri labbitúr og svolítið hangs úti, þannig að þau fái virkilega út úr því að vera hundar út í náttúrunni og svo fá þau súrmjólk og lýsi þegar þau kom inn. Þau voru mjög pirraðir yfir að ég fór beint í tölvuna. En þannig að þau fá sitt núna eftir, en þetta tengdist einhverju. Já, ég var að hugsa úti. Ég var að gera vídeó í morgun, eða í nótt þegar ég fór að sofa, þá var einhver hugsun sem kom upp á yfirborðið að vísindin eru lygi og heimspeki er dauð. Science is a hoax and philosophy is a con. Já, mjög gott vídeó. Og þetta er svona hugsun sem búið að vera að koma upp á yfirborðið núna í viku og hálfa mánuð sem að rökin fyrir þessu að vera að koma upp, eða í sumar ég varpaði þessu fram og ég hugsaði þegar ég fór að útbýta hvað er þá stærðfræðin, vegna þess að stærðfræðin er eitt á tungumálum bæði vísinda og heimspeki og þannig er ég algjörlega í frumspeki. Menn tala oft um að það er til frumspeki í heimspekinni, það er að sjá ákveðnar svona grunnspurningar og grunnsvör, en ég segi það er ekki rétt. Frumtólin hljóta að vera aðferðin sem hún notar til þess að ræða eitthvað. Og þar ertu komin annars vegar með orðatungumál og hins vegar með stærðfræðitungumál. En það hljóta að vera til fleiri tungumál eins og í vídeó sem ég gerði nýlega, ég man nú ekki titilinn á því, þar sem ég var að fjalla og ég þarf eiginlega alltaf að skipta nafn á þessu vídeói, að þar sem ég er að koma fram með snákatungumálið. Það verður engin hugleitt symbolisma snákatungumálsins. Og mér finnst það eitthvað flottasta samsæriskenning sem ég komið fram með að inn í tungumálinu séu orðaliklar og snákatungumáli sem séu laumað inn. Mér finnst þetta pæling sem er vert að rekja. Sérstaklega í symbolisma. En þegar ég fór að hugsa þetta á ég hugsaði betur, hver er þá blekkingin í stærðfræðinni? Hver er blekkingin í tungumáli stærðfræðinni? Og ég fór að hugsa, eina leiðin fyrir mig til þess að koma upp með þá pælingu er að búa til nýtt stærðfræðitungumál. Og ég hugsaði bara, what is a phenomenal challenge? Og ég var bara úti meðan hundarnir voru að gera sitt, þá var ég að pæla í nýju tungumálum í stærðfræðina. Og ég hugsaði, ég veit ekki hvort ég get gert það, en ég væri víst til að reyna það. Já, ég setti þarna, ég veit ekki hvort þú sást það, ég setti nýtt afbrigði að jöfnu Einsteins á vefinn, það kom ekkert komment við því. Gerði ég ekki like á það? Jú, það getur verið, já. Það kom ekkert komment held ég. Það er ekki hægt að kommenta á þetta. En aftur að... En veistu hvað F stendur fyrir það?
Sko, ég get sagt þér það, ég veit ekki hvað komir að stað, en það getur verið inn í þessa starffræðipælinguna, sko. Hvernig formúla? Er saman sem M-sinu sé, eða? Nei, ég saman sem MC í öðru. Já, MC í öðru. Ég setti sko saman sem F, MC í öðru, og F stendur fyrir faith. Já, ok, góð pæling. Þeir gleymdu því í formúlunni, sko. En ég get sagt þér, ég er búin að vera núna því að... Ég verði víst að fara alveg bara til nokkrar mínútur, en það er annarkvort að tala eða sleppa því að borða, hvort á ég að gera. Já, nei, við erum góðir, sko, við erum... Já. Það var líka bara að hugsa til að vera svona stutt, en ég ætla kannski að segja í lokin að Þórdís ætlar að koma í þátt til mín og jafnvel að við reynum að gera svona seríu svipað á djúpköfun með henni og ég hefði svolítið gaman að því að pröfa það með henni, sko. Og þetta var mjög gott vídeo hjá ykkur sem þið gerðuð. Og við ætlum að gera annað, sko, og við erum þarna fókus á Einar og Hvítbláin. Og vídeo var langt, þá öll heimspekin sem að kom fram í því tengist umræðefninu. Já, ég áttum á því, en mín hugmynd með Þórdísi jafnvel að tala ekkert hennar þetta, sko. Ég er með allt þar pælingar. Kemur mér ekki við, en ég hafði mjög gaman að þetta var líka svolítið nýtt fyrir mér að initiata hangout sjálfur. Ég lærði mikið á því og Þórdís hefur mikið að gefa af sér í svona spjall og þannig að þú veist, maður kemur alltaf ríkari út úr svona köfun og ég er búin að segja það heldur bæði við þig og hana, ég býð mjög spenntur að sjá hvernig ykkar spjall verður, sko. Já, einmitt. Mjög spenntur. Ég átta mig á því, sko, ég þarf að gera það í rétti orku, sko. Ég þarf að vera í heimastúdíóinu, sko. Ég get ekki byrja það í svona hótel, ég er bara á hóteli núna, sko. Og undir náttúrulega miklu álægi, sko, ef ég klikka á svefni eða er 10 mínútum á seint núna, þá er ekki matur eða ég það er svo tight schedule, sko. Nei, ég ætlaði líka bara að segja, sko, að því að Þórdís var nú reyndar að segja bara við mig í gær á netinu að því ég var búin að segja bæði við þig og hana, ég vildi ekki gera seinni hlutan á Einar og Hvítbláinum fyrir þið væri búin að spjalla, en hún var að stinga upp á að getur vel verið að hún vilji að við gerum það eins fyrr. Og það er bara, og ég sagði við hana, hún ræður því, sko. Já. Ég er íslensku kallmaður, ég geri eins og konur segja mér. Já, sko, þetta er eins og við erum ekkert endilega að ræða okkar ætt eða ættir eða eitthvað svoleiðið, sko. Já. Og og náttúrulega Einar Ben og þau mál eru bara svona ættarmál hennar, sko. Já, ég náttúrulega gríp Þórdísi svolítið, sko. Ég vaknaði til meðvitundar það í sumar að það væru stóra spurningar í tengslu við Einar Benediktsson sem þyrfti að svara. Já. Og ég var náttúrulega svo heppinn að þarna hef ég aðgang að Þórdísi sem er ekki bara afkomandi Einars, heldur líka mjög pældur heimspekingur og þekkir og hefur kynnt sér hans mál mjög vel og á skemmtilegan hátt, öðruvísi en aðrir hafa verið að gera. Og þannig það sem ég áttaði mig þarna á, ég má bara hamra þetta, að þjóðveldið sem er náttúrulega endurist þjóðveldið sem er mér mjög kært og ekki bara út af því að ég hafi til að skrifa bókin endurist þjóðveldið eða sami ykkur á stjórnarskrá, heldur af því að út af öllu því sem liggur á bakvið í fortíðinni og í menningararfi minna þjóðar. Það er alveg skýrt að endurist þjóðveldið er hugarlagt og hefur alltaf verið. Og það hefur marg útskýrt, það er ekki allir sem átt að segja á því, þurfum ekki út það. En þegar að þjóðveldið tekur upp Hvítbláan sem þjóðfána, og það hefur verið einróma samþykkt af öllum þeim sem hafa komið af umræðinu þjóðfána þjóðveldis. Þegar leið og hann hefur verið útskýrður hvers vegna, þá bara, já, þetta er okkar tákn. Og það er til fólk sem hefur verið að hafa samband við mig sem fór að spá í þjóðveldið af því að það þekkti Hvítbláan fyrir og hrifið hann. Þess vegna ákvað ég, þú veist, það eru Einar Benediktsson var höfundurinn af þessum fána og þess vegna hugsaði ég vil fá spurningum þennan fána, þennan mann svarað. Vegna þess að fáni er
svona fyrirbæri sem svo erfitt að útskýra en það hefur svo djúpa merkingu fyrir fólki. Fólk elskar fána lýðveldisins. Það er ótrúlegasta fólk sem elskar fána lýðveldisins. Og fyrirlíti elituna sem að flaggar á þau. Ég sjálfur fyrirlít fána lýðveldisins af sko, það liggur okkur einasta fruma í líkama mínum hatar þennan fána. Fyrir þá lygi og þvætting sem hann stendur fyrir. Ég konseptið mitt að vald orðið ofbeldi í sparifötum sem þýðir að ég á móti öllum hugmyndum sem að bera í sér vald, að því ég á móti ofbeldi. Sama með fána, þá fáni minn, ef þú vilt sjá hann, þá bara opnar þú gluggann og horfir til himins, af því að hann á himni daga og nætur. En stundum ertu næstuð í hálf afdálitur, sko. Já, og nætunar á fáni minn svo merkilegur að á nætunar koma svona hvítir punktar, eða svona ljós. Og í sambandi við jarðarhugmyndina, veistu hvernig jörðin flöt eða hnöttur eða hvað það ég held að við séum hvorugt. Ég held að við lifum í vökva eins og fiskar og bara við veitum ekki hver vökvin sko. Næst að byrja að koma. Já, dætti út. Já, það koma. Ég held að við lifum í eins og í einhvers konar fiskabúri, eins og fiskar. Ég bara skil ekki okkur fólk fattar ekki demantsjörðina sem að ég sett á Facebook í vikunni. Já, ég hef ekki haft tíma að pæla í henni. Kannski þú gerir vídeo hana. Nei, ég nenni ekki. Ég að bíða eftir því að einhver sem hefur áhuga svona hlutum gera. Hugmyndin hins vegar komin að bóka á. Já. Herri, ég verð að rjúka núna. Ég vildi að ég hefði 3 tíma í viðbót. Við erum bara rétt að byrja að flæða, sko. Já, þetta var gott og snart. Já. Mjög gott og snart. En það möguleiki að ég verði hérna í vinnu alveg fram á næsta sunnudag, sko. Já. Og svona, það svona kannski á þriðjudag, kannski næsta sunnudag, þannig að það ekki alveg ljóst. Bara farðu vel með þig og... Já, það þetta gott að maður hefur mikinn tíma til að hugsa í kranunum. Og reyndar, sko, þú ert að kvarta, þegar maður að tala að það þetta moment núna, þegar athyglin ekki mjög mikil, mjög gott moment, þá hefur maður svo mikinn tíma til að vinna, sko. Já. Þannig að það var líka attitude sem ég tók fljótt í Frelsi TV, þegar voru kannski bara 2 áhorfendur, á vídeo, þá svona ég nennis ekki, það var einhver 2 að hlusta, að fyrir mér þetta meira, sko, að þegar það ekki mikið áhorf og ekki mikið truflun, þá hefur maður tíma til þess að vinna, sko. Já. Þess vegna hefur áhorf aldrei haft áhrif á mig, sko. En því miður, núna læti tímann sem ekki til ráða mér. Ég bara þakka fyrir mig. Já, takk fyrir mig og gaman að heyra í þér og endilega halda áfram með þá vinnu sem þú ert með í gangi. Takk fyrir þá, Guð blessi og farðu vel með þig. Sömuleiðis. Og ég bið að heilsa öllum hlustendum og hvet ykkur til þess að horfa og deila á myndumöndin hjá Guðjóni Hreimberg og náttúrulega deila því sem á Frelsi TV og Scandinavia Report og ef þið getið styrt mig eða Guðjón, þá hvet ég ykkur til að gera það. Og takk fyrir komin á bless.